Góðan daginn og gaman að sjá hversu margir eru komnir hér á þennan kynningafund sem við urðum til miður að fresta í síðustu viku. Eurostars ekki nýtt fyrirbæri þannig að mörg ykkar kannast kannski við það, en í dag verður farið yfir bæði hversu mikilvægt þetta samstarf og síðan mun hún Svandís kynna Eurostars 3, þetta þá þriðji hlutinn og síðan ætlar hún Katrín að vera með kynningu fyrir ykkur og leita á samstarfsaðilum. Og það mikilvægt að við bætum því við þarna. Við erum að Rannís tók við Enterprise Europe Network af nýsköpunarmiðstöð frá með síðustu áramótum og ástæðan fyrir því að þetta var fært yfir til Rannís var til þess að fá svona, aukinn samlegðaráhrif þannig að við getum veitt meiri aðstoð, betri þjónustu, meðal annars við það að hjálpa ykkur við það að sækja í Eurostars. Mér langaði líka að nefna það svona áður en að ég gef fulltrúa ráðuneytisins orðið, að það tækniþróunarsjóður sem að borgar fyrir íslenska þátttöku í Eurostars verkefnum og þess vegna skiptir að máli í þessu samhengi að stjórnvöld ákváðu á síðasta ári að setja viðbótarfé og á þessu ári viðbótarfé til ráðstöfunar þannig að sjóðurinn getur staðið undir öflugri þátttöku í Eurostars heldur en kannski áður hefur verið og miðað við núverandi stefnu vísinda- og tækniráðs og þær fyrirætlanir sem stjórnvöld hafa kynnt að þá verður þetta aukna fjármagn í tækniþróunarsjóði næstu 2 árin og við vonum að svo verði. Þess vegna kannski enn meira sóknarfæri heldur en hefur verið áður að menn sæki í stórverkefni í gegnum Eurostars. Þannig að við horfum bara bjartsýn á framtíðina á þennan þriðja fasa í Eurostars og ég ætla þá bara svona hvetja ykkur til dáða og vona ykkur gangi vel í að kynna ykkur og þau ykkar sem farið í umsóknarferli að það gangi vel og við fáum eins og oftast hefur nú verið nokkur góð verkefni sem að tækniþróunarsjóður setur fjármagn í og mér langar að gefa það boltan yfir á Sigríði Valgeirs dóttur úr atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti. Já, takk fyrir það, Ágúst. Ég vona að þið heyrið mig og sjáið. Ég ætla nú að prófa að deila skjánum mínum, sjáið þið skjáinn, mikilvægi samstarfsins, ok, svona, sjáið hann kannski sem bara svona hluta eða hvernig verður þetta eftir, nei, látum þetta vera svona. Já, ég ætla bara að byrja að fylgja svo hlaði með því að segja nokkur orðum okkur þykir Eurostars verkefni bæði áhugavert og mikilvægt og svona til að fylgja áður en að þið fáið nánari upplýsingar frá þeim hjá Rannís verkefnið en það nú einmitt svo að Sigríður. Við erum að sjá bara fína bakgrunnsmynd hjá þér, ekki kynninguna. Aha, gæti nú verið. Stúlka hlaup á strand. Jaha. Þetta ætla ég að prófa að sér aftur. Og þessi hvað sjáum við núna? Núna sjáum við hana. Ok. Og já, höldum okkur bara. Já, við erum, ég ætla að halda þessu svona, sjáu þetta ekki ennþá hjá mér, svona. Þið sjáu mælanlegar árangur í nýsköpun, það ekki? Jú. Já, flott Jú, við í ráðuneytinu erum alltaf að reyna að koma inn þar sem þörfin með stuðning við nýsköpun og reyna að gera það á réttum stöðum og á réttum tíma. Og þetta alltaf eitthvað sem við þurfum að vera að meta aftur og aftur hvort við erum að gera réttu hlutina og svo eru svona ýmsir mælikvarðar sem við notum það til að skoða hvort við erum á réttri leið og við höfum nú verið að svona hrósa happi yfir ýmsum svona jákvæðum teiknum hvað varðar nýsköpunar virkni hér heima á síðustu árum
og sem að hluta til má tengja við það sem að gerast í stuðningsumhverfinu, en svo að hluta til náttúrulega vegna annarra ytri þátta sem að kannski spila með okkur. Og dæmi þetta að heildarútgjöld til rannsókna og þróunarstarfs á árinu mældust í 2,35% af vergri þjóðarframleiðslu árið 2019 og þetta mikil hækkun frá fyrri árum og mikil þetta hæsta sem að Hagstofan hefur mælt frá því að þau byrjuðu að taka þessar mælingar árið 2014 og við erum þarna sómum okkur bara vel yfir meðaltali Evrópusambandsins í hvað þetta gildi varðar. Annað sem við höfum verið að horfa á nýsköpunarvirkni, Global Innovation Index og þar hefur við líka verið að sjá að við erum að hoppa ofar og við erum komin í topp 20 meðal 132 þjóða hvað varðar nýsköpunarvirkni og höfum verið að hækka okkur jafnt og þétt frá árinu 2018. Einnig erum við að sjá að útflutningstekjur sem eru byggðar á hugvitsgreinum, þær voru metnar sem 16% af heildarútflutningi á síðasta ári og þetta líka talsverð aukning á síðustu árum. Þannig að margt gott að gerast, en við sjáum líka í þessum mælingum, bæði í hvort sem það Global Innovation Index eða annað, að betur má ef duga skal, við þurfum að auka okkar alþjóðlega samstarf og við þurfum að gera betur í stuðningi við sprotafyrirtæki. Og við berum okkur náttúrulega saman við Evrópu og Evrópusamstarfið okkar afar mikilvægt og þar á bæ líka heilmikil umræða þetta að við getum verið nokkuð stolt af árangri þegar kemur að rannsóknum og þróun, en svona í samanburði við önnur lönd heimsins þá Evrópa og Ísland alveg eins þarna, þá erum við ekki eins dugleg þegar kemur að því að stofna fyrirtæki, leyfa fyrirtækjum að vaxa og dafna og þarna erum við sérstaklega að horfa á fyrirtæki á sviði þekkingariðnaðarins og hátækni. Þannig að þarna þurfum við að gera betur og þetta eitt af þessum yfirlýstu markmiðum stjórnvalda að fjölga störfum á sviði þekkingagreina og ýta undir að fleiri, það sem við kallum bara SMEs, það lítil og meðalstór fyrirtæki, við fáum upp fleiri slík fyrirtæki hér heima á sviði nýsköpunar og þekkingagreina og við þurfum náttúrulega að auka alþjóðlega tengslanetið og sókn á erlenda markaði vegna þess að fyrir flestu sprotafyrirtæki sem eru að fara af stað hér heima þá dugir heimamarkaðurinn ekki ef við ætlar að vaxa og svo þetta markmið að efla frekar hugvitsdrifinn útflutning. Þannig að allt þetta punktar sem hafa oft heyrst í ræðum stjórnvalda og oft eru alltaf kepli hjá okkur að hvernig við getum haldið áfram styðja frekar við þessar áherslur. Og þá má segja að Eurostar sé einmitt eitt af þessum verkfærum sem við höfum einmitt til þess að ná slíkum árangri. Þó að þetta Eurostar sé ekki stór sjóður að þá hefur hann einmitt þetta markmið að fjármagna alþjóðleg samstarfsverkefni til rannsókna og þróunar og til nýsköpunar í Evrópu og með þessu verkefni Eurostars þá einmitt fókusinn á lítil og meðalstór fyrirtæki sem stunda og í alþjóðlegu samstarfi og stefna markað. Ég held að þessi punktar séu teknir af heimasíðu Randís Eurostars, þannig að þetta einmitt þetta í samræmi við það sem við erum að stefna að. Það kemur einnig fram að þarna eru 37 lönd sem að geta sótt í þennan sjóð og fengið þannig aðgang að opinberu fjármagni til alþjóðlegra verkefna. Og annað sem það má telja að Eurostars tekna einmitt þetta að þarna erum við að gefa smærri fyrirtækjum kost á því að horfa út fyrir landsteinin og deila sinni þekkingu út fyrir landamærin og ná þekkingu frá öðrum samstarfsaðilum. Þannig að
við teljum að þetta verkefni sem hefur ekki verið í nokkur ár eða nokkur mörg ár sé einmitt mikilvægur liður í þessu sem við erum að reyna að gera. Það sem við erum að fá út úr Eurostars eins og Ágúst kom inn á, Tækniþróunarsjóður fjármagnar lokal hlutan af þessum styrkjum, en svo kemur til viðbótar þá fé erlendis frá. Þetta snýst ekki bara peningana, þetta snýst alþjóðlega tengslanetið og samstarfsaðilana og aðgangað alþjóðlegum mörkuðum. Og svo þetta ákveðin gæðavottun á starfið hér heima. Það að fá styrk úr Eurostars segir til gæði þess verkefni sem við erum að vinna að og þeirra fyrirtækja sem þangað sækja styrk. Ég veit ekki hvort að Svanhvít kemur inn á þetta eftir, en það gaman að fylgjast með að þarna eru einmitt á þessu síðasta tímabili á Eurostars 2 á tímabilinu 14-21. Þá hafa 18 íslensk fyrirtæki tekið þátt í styrktum verkefnum, ýmist sem leiðandi aðilar eða þá að þeir eru í þáttöku, hafa ekki boðin þáttöku erlendis frá. Og þetta flottur listi fyrirtækja sem að mörg hver hafa vaxið mikið, bæði í tengslum við þessa styrki og annan árangur. Og samkvæmt Rannís hefur árangur íslenskra fyrirtækja verið 57% sem mjög gott. Þannig að þetta alveg full ástæða til þess að hvetja fólk til þess að skoða þennan styrkmöguleika. Það veitir okkur líka styrk og okkur mikilvægt að við höfum haft Íslendinga í fagráði fyrir Eurostars styrkina, International Evaluation Panel. Það má náttúrulega nefna að Íslendingar fara aldrei yfir íslenskar umsóknir eða umsóknir þar sem Íslendingar eru með, og það á við önnur lönd, að það ekki þannig að Íslendingar komi að þeim umsóknum sem eru sendar héðan. En þetta sem sagt í gegnum þetta verkefni hefur þessi 18 fyrirtæki fengið styrk nú þegar, og við vonum náttúrulega að þessi listi lengist með tímuna á næstu árum. Ég tók nokkra stikkpröfur á nokkrum styrkþegum og var að spurja út í þeirra reynslu af verkefninu, og hérna nokkrar beinar og óbeinar tilvitnanir í þessa aðila, og einn punkturinn einmitt að þetta mikilvæg áætlun og meðal annars vegna þess að hún á forsendum sprotafyrirtækjanna. Það sem sagt fyrirtækin SMI sjálf sem í framsætinu, frekar en stofnanir eða háskólar í þessari tegund styrkja. Það líka talið til tekna að þarna erum við að tala samstarf að minnsta kosti 2 landa, en við erum ekki hér að tala svona stórt konsortium eins og í sumum ESB verkefnum. Einn aðili nefndi mitt að svona verkefni fái þau til að hugsa út fyrir bóksið, og það held ég að það sé kannski frekar þegar sprotafyrirtæki hér heima á einhver ákveðinni braut, eins og kemur boð samstarf, og það fá það til þess að fara kannski inn á nýja brautir sem þau hefðu ekki áður kannski hugsað út í og opna nýja möguleika. Eins og áður kom fram líka þá árangurshlutfall umsókna þarna talsvert hátt og náttúrulega mun hærra heldur en Tækniþróunarsjóð sem maður nefna það. Og svo snýst þetta líka líka endilega nefna að góða reynslu umsækjenda af samvinnu og samskipti við bæði Tækniþróunarsjóð og fulltrúa þeirra og Eurostars verkefnisins. Og þannig myndast ákveðið tengslanet í gegnum samstarfsaðila. Það má kannski nefna að sem neikvæða punkta að þetta eru ekki gífurlega háir styrkir, þetta eru svona á pari við Tækniþróunarsjóð styrkina, ef ég man rétt, og svo auðvitað getur fólk lent í því að umsóknin skorar hátt víða og yfir línunni, þar sé að hún
kemst á lista þeirra sem væru styrkhæf, en ef að það eru mörg lönd sem að taka þátt í umsókninni, að þá gæti eitt landið valið að styrkja ekki þessa umsókn. Það sé að styrkinni þurfa að fá samþykki í öllum þeim löndum sem að standa baki þeirri umsókn. Já, svona til að nefna eitthvað, en ég held að þetta verði nú útskýrt nánar og eftir, og ég ætla bara með þessum orðum að hvetja fólk til að skoða þennan möguleika vel og nýta sér einmitt þessa góðu þjónustu hjá Rannís og hjá, ekki síst í gegnum EEN-verkefnið, og sjá hvort að við getum ekki haldið áfram að fá góða styrki í gegnum þetta verkefni. Þá þakka ég fyrir mig. Já, takk fyrir það, Sigríður. Gott að heyra þessa hvatningu og ég ætti nú að þekka þetta en ég var ekki með þetta með árangurshlutfall verði þetta hátt. Það gleður mig mikið, en tekur þú þó ekki bara boltann, Svandís, og rúllar í kynninguna? Má ég aðeins fyrirgeðu, ég nokkuð að því að hún Helga var að koma með athugasemdina á chatinu, að orða þetta rétt, að við kannski einstök lönd get ekki hafnað einstaka verkefnum, en já, kannski má orða þannig að þau geta valið að samþykja ekki öll verkefnin kannski vegna þess að þau þurfa að forgangsraða út frá því fjármagni sem til staðar. Og ég veit ekki hvort að Helga, ef þú ert að fundin, vilt bæta einhver við þar? Það er þannig, ég hef setið á EEP-panelum nokkuð oft, og það er þannig að löndin annarkvort samþykkja listan, forgangsraðan frá matsnefndunum eða hafna honum öllum, og það var aldrei gerst að listanum hafi verið hafnað. Þannig að þú getur en einstaka verkefni geta lent í því að fá gott mat, en ekki styrkt ef að peningarnir klárast í einhverju samstarfslandinu. Já, blessa ekki, hvað er gott? Bara svo það sá reyna. Já, takk fyrir það. Já, hvað er þetta dandalast? Já, Svandís, má ég sjá, hver með opinn mikrofón í símanum? Ok, komin. Gjör svo vel, Svandís. Takk fyrir. Sæl og blessuð. Svandís heiti ég. Ég hef verið hjá Tækniþróunarsjóði undanfarin 3 ár og hef sinnt hlutverki NPC, gagnvart Eurostars, í þann tíma líka. Og það gleður mig að vera með ykkur í dag og tala við ykkur aðeins nýju Eurostars áætlun. Og þetta það opið fyrir fyrsta kall í henni núna, til 4. nóvember. Og Eurostars sem sagt sameiginleg áætlun milli Evrópusambandsins og Eureka, sem til þess að fjármagna sprotafyrirtæki sem eru að stunda rannsóknir og þróun. Ég ætla að byrja með smá yfirliti yfir Eureka og Eurostars, hvað það er. Eureka samstarfsvettvangur með 35 ára reynslu af stuðningi við rannsóknir og þróunarstarfsemi fyrirtækja. Eureka var stofnsett 1985 og Ísland hefur verið með næstum því frá upphafi. Þetta samstarf byggt á milliríkja sáttmála ráðuneyta í 40 löndum og á Íslandi það atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Eureka með margar tegundir verkefna og Eurostars eitt þeirra. Þetta sérsniðið fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru í nýsköpun. Hér listi þátttökulanda og þessi listi líka aðgengilegur á vef Eurostars sem þarna á hlekknum neðst á glærunni. En við komum aftur að þessum þátttökulöndum síðar. Eurostars sem sagt sameiginleg áætlun á milli Eureka og Eureka Network og Evrópusambandsins. Þetta fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem að stunda rannsóknir og þróun. Verkefnin þurfa að stefna á markað og Eurostars bottom up eins og Tækniþróunarsjóður.
Það er að umsóknir þurfa ekki að falla að einhverju þema eða fyrirfram ákveðnu efni til þess að koma til greina. Og Eurostars leggur áherslu á samstarf milli landa. Yfirleitt eru 2 til 4 samstarfsaðilar eða þáttttakandalönd í tilteknu verkefni en það geta alveg verið fleiri. Fyrir hvern er Eurostars? Hver getur tekið þátt og sótt um? Eurostars styrkir sem sagt lítil og meðalstór fyrirtæki og samstarfsaðila þeirra sem að geta verið stór fyrirtæki, háskólar, rannsóknastofnanir eða opinber fyrirtæki. En þessi SMI þurfa alltaf að vera aðalumsækjandi eða svo kallaður main partner í verkefninu. Umsækjendur frá þátttökulöndum Eurostars hafa möguleika á fjármögnun í gegnum National Funding Body sem hér er það Tækniþróunarsjóður og félög í löndum sem að ekki taka þátt í Eurostars geta samt verið með í verkefninu. En þá þurfa þau að sýna fram á að geta fjármagnað sinn hluta kostnaðar fyrir verkefnið. Það eru 7 skilyrði fyrir umsókn sem að umsókn þarf að uppfylla til þess að vera styrkhæf í Eurostars. En þessum hefur fækkað frá fyrri áætlun. Þannig ég tilgreini þegar það kemur upp eitthvað sem hefur breyst frá fyrri áætlun. Verkefnið þarf að vera leitt af litlu eða meðalstóru nýsköpunarfyrirtæki, svo kallað Innovative SME. Það þýðir að aðalumsækjandi þarf að vera skilgreint sem SME samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins og hafa metnað til alþjóðlegs samstarfs til að þróa afurð sem að stefnir á markað. Teymið þarf líka að vera samsett af að minnstakosti 2 ótengdum aðilum og þar af þarf einn að vera frá landi innan Evrópusambandsins eða frá þátttökulandi í Horizon Europe. Þetta skilyrði er uppfyllt með íslenskum þáttttakanda en á vef Eurostars er hægt að finna dæmi af samsetningum þáttttakanda sem að myndi ekki vera gjaldgeng og hvers vegna. Fjórða skilyrðið er að minnstakosti helmingur af kostnaði heildarverkefnisins að frádreginni aðkeyptri þjónustu þarf að vera hjá þáttttakendum sem eru lítil eða meðalstór fyrirtæki. Og þá er litið á alla þáttakendur sem að skilgreina sig sem SMI í öllum löndum. Og engin þáttakandi og ekkert eitt þátttökuland getur verið með meira en 70% af heildarkostnaði verkefnisins. Þetta er breyting frá fyrri áætlun en áður var það 75%. Hámarkslengd verkefnisins er 3 ár. Það má vera styttra en má ekki vera lengra. Og þetta er óbreytt. Og síðasta skilyrðið er að verkefnið þarf að hafa borgaralegan tilgang. Og þetta þýðir að ef er að ræða afurð sem að nýtt verður með hernaðarlegum tilgangi, þarf megin markmið verkefnisins að vera að sinna borgaralegum tilgangi. Hámarksupphæð styrks verkefna sem að styrkþega hér á Íslandi er allt að 15 milljónir króna á ári í allt að 3 ár. Og viðurkenndur kostnaður verkefnisins er eins og hjá Tækniþróunarsjóði, nánara tiltekið hagnýt rannsóknarverkefni. Það er krafa mótframlag og mótframlagskrafa er í samræmi við töflu sem kemur frá eftirlitsstofnun EFTA varðandi hlutfall kostnaðar sem má vera styrkt og þá
hvaða hlutfall þarf að koma fram í mótframlagi. Og það fer eftir eðli verkefnisins, hvort að þetta er rannsóknarverkefni eða þróunarstarf og líka eftir stærð fyrirtækisins, hvort það er lítið, meðalstórt eða stórt og hvort að það er samstarf milli fyrirtækja og milli landa. Og það er hægt að sjá meiri upplýsingar þessa töflu mótframlagskröfur í reglum sjóðsins. Þá snúum við okkur að hvernig er send inn umsókn. En það er sótt að fyrst þarf að stofna aðgang að rafrænu umsóknarkerfi Eurostars. Aðalumsækjandi stofnar umsóknina og veitir meðumsækjendum aðgang að umsókninni. Umsóknin er skrifuð á ensku og send inn gegnum rafræna kerfi Eurostars. Kerfi býður upp á að vista og halda áfram síðar, en það er líka hægt að hlaða niður Word útgáfu umsóknarinnar, vinna textan þar og færa allt inn í kerfi þegar það hentar. Áður en umsóknin er skilað, gæti þess að öll skylduskjöl fylgi með í viðhengi. Skylduskjölin eru undirritað commitment and signature form frá öllum þáttakendum. Hér er breyting frá fyrri áætlun, en áður mátti skila þessu formi eftir umsóknarfrestinn, þá hafði umsækjendur 1 viku til þess að senda þetta inn, en nú þarf það að fylgja með umsókninni. Svo er það SME Declaration, sem er yfirlýsing stærð fyrirtækisins og það þarf að fylgja umsókninni frá öllum þáttakendum sem eru lítið eða meðalstórt fyrirtæki. Formið er að finna inn á umsóknarkerfinu, en það þarf að fylla það út, prenta, undirrita og skanna aftur inn. Svo er það ársreikningur sem þarf að fylgja með. Og þetta tilheyrir eligibility check sem er gerður í þátttökulöndum hver fyrir sig. Og ef ársreikningur liggur ekki fyrir vegna þess að fyrirtækið er nýstofnað til dæmis, þá má senda viðskiptaáætlun í staðinn. Og viðhengi sem eru valkvætt eru þá gantrit og tæknilegur viðauki. Matsferlið er 2 þrepa. Eftir að samskonar tækniþróunarsjóður í öllum þátttökulöndum hefur farið yfir styrkhæfi, svo kallað eligibility check, þá fer umsóknin í lestur hjá 3 fagráðsmönnum og matskríteríurnar eru aðgengilegar á vef Eurostars, eins og hjá tækniþróunarsjóði. Þær sem komast í gegn fara áfram til IEP panel sem er alþjóðleg valnefnd, en hún metur umsóknirnar og raðar þeim. Í kjölfarið tekur við samfjármögnunarferlið sem vísað var í áðan. Og það er ferli milli landa þar sem að listi er sendur á öll þáttökulönd og löndin tilgreina hversu langt þau komast niður á listanum miðað við fjármagni sem er til staðar hverju sinni. Og það geta verið ýmist samlegðar áhrif þar, þannig að þetta ferli tekur yfirleitt 4 til 5 vikur. Þegar þessu ferli er lokið, liggja niðurstöðurnar fyrir varðandi brautagengi og núna má vænta niðurstaðna í febrúar, sem er 3 mánuðum eftir umsóknarfrestinn. Það er kannski vert að bæta við hérna varðandi samfjármögnunarferlið. Ef að kemur tilfelli þar sem að umsókn nær gæða markmiðum, gæða viðmiðinu
og kemst áfram í samfjármögnunarferlið en eitt þátttökuland nær ekki nógu langt niður á listanum til þess að styrkja tiltekið verkefni, þá hefur sá þáttttakandi tækifæri til þess að sýna fram á að þeir geti sjálfur fjármagna verkefnið til þess að þau fái brautagengi í gegnum Eurostars. En ef það er eitt þátttökuland sem að getur ekki styrkt sinn þátttakanda, þá nær verkefnið í heild ekki í gegn. Hér ég með nokkrar mýtur eða svona algengilegan misskilning sem að vert að skerpa á. Haldið að lýsingar á aðferðafræði skipti meiri máli en viðskiptaáætlun. En raunin sú að Eurostars fyrir fyrirtæki og hagnýting og áhrif skipta meginmáli. Einnig halda sumir að best að vera með samstarfsaðila frá stóru landi með stærri sjóði, en samkeppnin í rauninni jafn mikil alla jafna í stærri löndum og litnum. Það ætti ekki að fórna gæðum í samstarfinu til þess að sækja í stærri sjóð. Annar misskilningur að halda að það skipti öllu máli hvað þú þekkir, en áherslan í mati á gæðum verkefnisins. Svo hefur verið misskilningur hvort Evrópusambandsreglur séu í gildi hér, en það eru reglur hvers þátttökulands sem að gildi fyrir þann þátttakanda. Og hér í lokin ég með nokkur ráð til þess að ná árangri með umsókn. Í fyrsta lagi vertu til taks, gefðu þér nægan tíma til að skrifa umsóknina og helst að vera tilbúna með hana einum degi fyrir umsóknarfrest til þess að fínpússa hana. Tími umsóknarfrests hefur breyst. Áður fyrr var hann alltaf að kvöldi til, en nú hann eftirmiddaginn klukkan 1 eða klukkan 13 að íslenskum tíma. Og byggja upp win-win starfsemi. Lýsið sem sagt í umsókninni aukið virði samstarfsins, bæði á verkefnistímabilinu og fyrir framhaldið. Og leggið fram skýr og mælanleg markmið í verkáætlun ykkar. Lýsið líka hvers vegna ætti að fjármagna verkefnið, gerðu skýra grein fyrir áhættum og samkeppni og takið fram hvað gerir umsóknina að verkefni með því að beina athyglinni að aðferðafræðinni varðandi markmið, aðföng, nýnæmi og árangur. Og vandaðu þig. Það getur verið gott að meta umsóknina sjálf og einnig að ræða við vini, vandamenn og kollega, fá óháðan aðila til að lesa yfir umsóknina. Láttu svo ekkert koma þér á óvart. Vertu búin að lesa vel yfir öll guidelines fyrir applicants sem hægt að nálgast á heimasíðu Eurostars. Og einnig alltaf í boði að heyra í mér. Það ætti alltaf að vera með tölvupóstinn minn, en hann birtist hér líka í lokin. Og það líka hægt að hafa samband við mig gegnum Eurostars síðuna. Og hvert hægt að leita ef að spurningar vakna í umsóknarferlinu? Ekki hika við að hafa samband við mig. Þið getið sendt beint á mig á npc@rannís.is. Við bjóðum líka upp á örfundi, þannig ykkur velkomið að leggja til tíma þegar þið hafið samband. Svo að finna mikið af gagnlegum upplýsingum á vef Eurostars. Þar upptaka af kynningu Eureka-skrifstofunnar fyrir umsækjendur, svo kallað webinar for applicants. Nokkur stutt explainer vídeó nýju reglurnar styrkhæfi
og að vinna í nýja umsóknarkerfinu sem og greina góðar leiðbeiningar til umsækjenda almennt. Það er opið fyrir umsóknir núna til 4. nóvember og það eru 23 dagar til stefnu. Og nú ætlar Kata okkar, Katrín Jónsdóttir, að segja ykkur frá þjónustu EEN sem öflugt alþjóðlegt tengslanet sem meðal annars getur aðstoðað við leit að samstarfsaðila. Má ég aðeins koma hér inn í Svandís? Já. Það er komin spurning þarna og kannski tækifæri ef fleiri vilja spyrja, skilurðu, spyr Alexander. Það væri ágætt að fá fram á hvaða, ég er að íslenska þetta, Technology Readiness Level Eurostars er ætlað fyrir. Og svo er líka spurt hvort það verði annað kall í febrúar. Það liggur ekki fyrir hvenær næsta kall verður. Alla jafna hefur það verið á haustin og svo aftur á vorin. Þannig að það er mjög líklegt að það verði annað kall í febrúar. En um leið og upplýsingarna liggja fyrir, þá verður það birt á VF bæði Rannís-vefnum Eurostars og svo líka á Eurostars heimasíðunni. Og varðandi TRL spurninguna, það er almennt litið á það sem Eurostars er fyrir TRL 4 til 6 eða 7. Ok, takk fyrir það. Eru fleiri með spurningar beint til Svandísar? Sýnist ekki, ef við þá ekki bara gefa boltan yfir á þig, Katrín. Jú, takk kærlega fyrir. Heyrið þið vel í mér? Já. Já, ég þarf að fá leyfi, það er einhver annar deila skjá. Er ég ennþá að deila? Já. Afsakið. Þannig að þá ættir að geta deilt, Katrín, já. Svona, þið sjáu þetta vel? Já. Já, ég ætla þá aðeins að taka saman, tek boltan frá Svandísi og fara yfir Enterprise Europe Network og ætla að byrja að segja bara takk fyrir að fá mig á þessa kynningu. Og ég heiti Katrín og ætla að kynna Enterprise Europe Network sem er stærsta viðskiptatengslanett í Evrópu. Þar sem þetta er nú bara svona stutt samantekt, það langaði mig að draga saman þá þjónustu sem við veitum til lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Og hún er mjög fjölbreytt og sniðin að þörfum hvers og eins fyrirtækis. Og svona til að nefna þá fjölþættu þjónustu, og þá til dæmis erum við að aðstoða fyrirtæki í átt að sjálfbærni og í átt að stafrænnar og félagslegrar sjálfbærni einnig. Við erum einnig að styðja við stafræna tækni og að skapa hæfni á þeim sviðum. Við auðveldum aðgengi að Evrópumarkaði og öðrum mörkuðum. Við erum að auka samstarf á milli fyrirtækja og hjálpuðum einnig að eiga samskipti við til dæmis innlenda klasa og erlenda klasa og aðra hagaðila í vistkerfi nýsköpunar. Og það á einna sterkast við núna, við hjálpum fyrirtækjum að kortleggja styrki, því að þetta er mikill frumskógur og Eurostars er í raun og veru einn hlekkur. Við aðstofum einnig við að finna samstarfsaðila, hvort sem það eru varðandi framtíðarviðskipti eða samstarfsaðila í leit í umsóknir á styrki.
Við höldum einnig sérsniðin fyrirtækjastefnumót og þau skiptast annarkvort í sérsniðin fyrirtækjastefnumót á milli aðila sem eru að leita að rannsóknarsamstarfi í einstaka styrki, einstaka prógram, en svo erum við einnig með fyrirtækjastefnumót með fyrirtæki sem eru að leita að viðskiptaaðilum. Við framkvæmum einnig fyrirtækjagreiningar með okkar fyrirtækjum og við notum til þess tól, viðurkennd tól, og höfum verið að fara með fyrirtæki sem eru komin á vissan stað í skölun í gegnum nýsköpunargreiningar og núna síðast, þar sem er mikið verið að tala sjálfbærni og stafræna hæfni, að þá erum við með þartilgerð tól einnig. Fyrir utan það, þá veitum við einnig gagnlegar viðskiptaupplýsingar í öðrum mörkum. Og aðeins til að fara dýpra í Enterprise Europe Network og hvernig í veröldinni við getum veitt alla þessa þjónustu, að þá svona aðeins til að skýra það út fyrir ykkur, að þó svo að þetta eru, netið er byggt upp þannig að það eru 3000 sérfræðingar í netverkin okkar út allan heim. Og þessi sérfræðingar eru dreifðir á 600 skrifstofur í yfir 67 löndum núna. Og það sem að virðið í þessu er það að okkar netverk er mjög náið og við vinnum eftir því að við getum haft samband við okkar kollega og þeir kollegar eru með staðbundna þekkingu og á menningu og viðskiptaháttum. Þannig að leiðin er greið á milli okkar. Og þannig að þetta er einfalt þó svo að við séum einungis 3 til 5 hérna heima á Íslandi, að þá getum við alltaf haft samskipti við okkar kollega úti og fengið þar með aðgengi að upplýsingum og hraða þannig tengslamyndunum og skölun íslenskra fyrirtækja. Og þetta er okkar motto, að vera global reach with local knowledge. Þannig að þetta er allt Enterprise Europe Network. Núna eru mörg ykkar jafnvel komin með samstarfsaðila eða búin að finna aðila í ykkar Eurostars-verkefni. En það sem að við gerum með fyrirtækjum er að við búum til prófíla sem við setjum inn í okkar gagnabanka. Og gagnabanki Enterprise Europe Network er með þeim stærstu og þar er að öllu jöfnu að finna yfir 20.000 viðskiptatækifæri. Mörg hver þeirra eru viðskiptatækifæri einungis, en stór hluti þeirra eru einnig aðilar í leit að rannsóknarsamstarfi. Við setjum þennan prófíl inn í gagnabankan, en það sem við gerum líka, við fylgjum honum á eftir og eigum samskipti við okkar kollega í viðeigandi löndum og hröðum þannig tengslamynduninni á milli aðila. Ég hvet ykkur eindregið til að nýta ykkur þennan möguleika að fara út í þessa vegferð með okkur. Þetta var svona stutt yfirferð yfir okkar þjónustu og við erum hérna til þjónustu reiðubúðin. Það er semst ég og Hannes og Mjöll, svona öll í jöfnu sem að taka vel á móti ykkur. Hvar sem þið eruð í ykkar ferli varðandi alþjóðavæðingu og nýsköpun. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir það, Katrín. Eitt kannski mikilvægt atriði sem hún glemdir. Það hangir ekkert á spýtunni, það kostar ekkert. Það er rétt hjá þér. Það var rétt.
Þjónustan er gjaldfrjáls. Það sé mikilvægt að það komi fram sérstaklega fyrir þá sem eru á svona sprotastiginu að sú ráðgjöf og þjónusta sem að EEN veitir í raun og veru í boði Evrópusambandsins og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis vegna þess að það eru þau sem að fjármagna þessa starfsemi. Það spurning þarna í kommentakerfinu líka frá honum Alexander Svandís. Getur þú tekið hana og eins ef að einhverjir eru með frekari spurningar að stökkva þið bara inn? Mér skilst að þessi spurning hafi snúið að EEN, er það ekki rétt? Já, jú, fyrirgefðu, ég misskildi þetta. Katrín, það er spurt þarna hversu mikið er opið fyrir upplýsingar inn á þessari síðu, í þessum gagnabanka sem þú varst að tala. Já, ef ég skildi rétt eftir að meina hversu miklum upplýsingum er deilt. Alexander. Já, þetta við vinnum eftir því, maður sleppti nú enskunni prótokól að allir prófílar eru nafnlausir sem eru settir þarna inn. Og svo þegar tengslin eru komin á og við erum búin að heyra í okkar kollegum úti og tengja fyrirtækin eða aðilann saman að þá geta þeir opnað á frekari upplýsingaflæði. En það eru engin nöfn nefnd og við reynum að vinna þetta þannig með fyrirtækjum að þeir lýsi verkefninu sínu eins vel og hægt er en passi leiðin upp á öll réttindi. Og sín hugverka og verkefna vernd, svo að segja. Ég vona að þetta svaraði þessu. Eru fleiri með spurningar? Það er svo langt síðan að vera á Zoom-fundi og rifja upp hvernig þetta eru reaksjóntækin. Ég sé engan gefa merki, maður sjá. Jú, þannig kemur spurning frá Sunnu Valevögg. Geta íslenskir aðilar verið fleiri en einn? Deilast 15 milljónir krónur á milli þeirra á ári eða geta þeir allir fengið 15 milljónir á ári? Svandís. Stutta svarið er að Tækniþróunarsjóður gerir einn samning hvert Eurostars verkefni. Þannig að ef það eru fleiri en einn íslenskur þáttttakandi, þá skiptist heildarstyrkurinn milli íslenskra þáttttakanda. En þeir mega vera fleiri en einn. Heildarstyrkveitingin er ekki nema að hámarki 15 milljónir á ári, þannig það er skipt. Já. Það svarar væntanlega spurningunni Sunna. Fleiri sem eru með spurningar eða komment? Það er kannski bara rétt að ítrekka það og það er náttúrulega svo sem tilgangurinn með þessum kynningarfundi að flagga því sem er mikilvægt fyrir Rannís að við reynum að vera aðgengileg. Eins og Svandís sagði varðandi sína þjónustu, þið geti verið í sambandi við hana og fengið örfundi með henni og hún þekkir reglurnar þarna og hefur tekið þátt í ferlinu. Þið geti líka nýtt þá sem hafa reynslu, verið í sambandi við þá sem hafa reynslu að því að taka þátt í matinu og síðan bjóðum við upp á þjónustu EEN fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sérstaklega sem að vilja leita samstarfsaðilum eða vilja fara í gegnum þar svona þá aðstoð sem að EEN getur veitt og hún getur verið lítil og tekið skamman tíma að veita eða verið umfangsmikil þannig að menn setjast niður og fá mjög ítarlega ráðgjöf frá þessum ráðgjöfum sem við höfum hér hjá okkur. Þannig að ég vil bara hvetja ykkur til að nýta þetta aðgengi sem þið hafið af okkar starfsfólki og ef það eru engar spurningar hér í lokin, já, gjörðu svo vel Helga, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara koma því á framfæri við þá sem að vilja sækja
að það sem svona leiðilegast að sjá í þessu umsóknarferli þegar að verkefni falla út af því að einhver í samstarfshópnum ekki með fjárhagslega burði til þess að ljúka verkefninu. Þannig að rosalega mikilvægt fyrir umsækjendur að tala fjármál áður en þeir fara út í verkefni. Að það sé tryggt, að það sé fjármögnun til staðar til þess að fyrirtækin ráði við mótframlagi sem þau þurfa að leggja til. Þetta algengasta verkefni, ástæðan fyrir því að góð verkefni detta út og það alltaf jafn leiðilegt að sjá þetta. En það verið að skila inn ársreikningum og fjármálaupplýsingum til í raun og veru Júreka. Þannig en fyrirtæki ættu í raun og veru að leggja áherslu á það að skoða þessi gögn hvert hjá öðru áður en að umsóknin lögð inn til þess að það sé á hreinu að það sé ekki verið að leggja út í mikla vinnu með einhverjum sem hefur ekki bolmagn til að standa verkefninu. Þetta bara mjög gagnleg ábending og þetta einmitt hnykkir þarna kannski á því að þá mikilvægt að reyna að kynnast sínum samstarfsaðilum og auðvitað eru líka en netin sem eru í tengslum við fyrirtækin hvert í sínu landi í aðstöðu til þess að aðstoða kannski við svona mat. Ég skil það sé mjög súrt að menn komast í raun og veru koma saman góðu verkefni og eru sjálfur með fjármögnun en það einhver einn sem skemmir fyrir öllum hópnum. Þetta er mikilvæg og góð ábending. Stundum maður sjá þetta með litla partnera, kannski einhverja smiðjur eða svona fyrirtæki sem eru ekki með kritikal þekkingu fyrir verkefnið en eru samt með kannski 10-15% hlut. Þannig að í guðanabænum, notið þið tengslanetið eða hvað sem til þess að lenda ekki í því að vera allt í einu farin að búa með einhverjum gaur sem á ekki verið meðlaginu. Það ágætis samlíking. Eru fleiri gagnlegar ábendingar? Sveinn Aðalsteinsson, kemur yfirfærsla á þekkingu tækni til greina eða skora Nína með meira? Svandís eða jafnvel Helga sem hefur tekið þátt í mati. Hvað vegur þyngst þarna? Það er tekið tillit til tækni og þekkingu yfirfærslu en það horft sterkara til nýnæmi, líkt og í tækniþróunarsjóði. En matskríteríurnar, þær skilgreina það degree of innovation, svo new applied knowledge, level of technical challenge og hvernig tekið á því og technical achievability og risk. En þetta vegur allt jafn þungt. Svo líka horft til stærð markaðar, leið á markað, markaðslegt forskot og raunhæf, hvort að tíma, verk og kostnaðaráætlun raunhæf. Og svo til áhrifa. Umhverfislegra áhrifa, þar tekið tillit til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og svo líka alltaf horft sterkt til gildi samstarfsins og aukið gildi, sérstaklega aukið gildi í gegnum þetta tilteknasta samstarf þeirra sem eru í verkefninu. Ég vona að þetta hafi nokkurn veginn svarað spurningunni. En svona þröngt á litið þá hefur nýnæmið meira vægi þarna heldur en ef það verið að innleiða þekkingu eða tækni. Og þá best ég noti nú tækifærið og flaggi hér að því að einhver fyrirtæki eru mögulega hér að vinna á svona breytt yfir á umhverfissviðinu.
hérna að þetta einmitt munurinn á sko svona rannsóknar- og þróunaráætlunum og síðan áætlun eins og LIFE-prógramminu sem að Ísland nú orðin aðili að, það var gengið frá því núna formlega 24. september, að það prógram að styrkja meira innleiðingu eða upptöku eða yfirfærslu á þekkingu og tækni. Það enn svona nær innleiðingun og nær framkvæmdin, komið aðeins fjær þessum ríkum kröfum nýnæmi og tækniþróun. Þannig að Sveinn, ég nokkuð viss það að LIFE-áætlunin eitthvað sem að þeir sem eru í þeim geira sem það getur átt við ættu að skoða. Eru fleiri athugasemdir, spurningar og bendingar? Það ekki, enda klukkutíminn akkurat liðinn. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir þátttökuna og enda á því sem við erum búin að segja í þrígang, að við hjá Rannís viljum vera aðgengileg og veita ykkur eins góða þjónustu eins og hægt og við vonumst til að sjá nokkrar dundurgóðar umsóknir í þessum umsóknarfresti í nóvember, þannig við höldum þessu mjög svo impressiva árangurshlutfalli við 50%. Þannig að þakka ykkur bara kærlega fyrir.